Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Jón Gunnarsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, það alþekkt hér í þingsal að í hita leiksins að þá eigum við nú það til, hv. þingmenn, að segja eitt og annað við hvern annan, sumt sem að menn sjá eftir og annað sem að er nú tekið svona sem létt grín í hita leiksins. En ég sé ástæðu til þess, virðulegi forseti, að tala hér sérstaklega ummæli hv. þingmanns Birgittu Jónsdóttur sem hún viðhefur mig á fésbókarsíðu sinni sem að birtist í morgun, eða ég sá í morgun, þar sem að hún segist nánast á að þurfti að leita sér áfallahjálpar vegna dónaskapar og tuttaskaps míns þegar hún var sessunautur minn hér á síðasta þingi. Mér finnst þetta alvarleg ummæli, virðulegur forseti. Ég hef ekki fengið neinar athugasemdir frá forsætisnefnd eða forseta þingsins framkomu mína gagnvart Birgittu Jónsdóttur, hv. þingmanni sérstaklega, og ég vil óska eftir því að forsætisnefnd og forseti þingsins hlutist til það að þessi ummæli verði skoðuð og helst rannsökuð, og ég kannast sem sagt ekki við þetta sérstaklega, finnst þetta alvarlegt, finnst þetta leitt ef að svo að þingmenn sem eru sessunautar mínir hér á þingi þurfa að leita sér áfallahjálpar eftir slíkt, en ég tel fullt tilefni til þess að þetta verði fjallað í forsætisnefnd og málið skoðað sérstaklega. Forseti ekki kunnugt þessi ummæli en mun að beiðni hv. þingmanns kynna sér þau. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Katrín Jakobsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, ég kem nú aðallega hér upp til að lýsa furðu því ég taldi víst að hv. þingmaður Jón Gunnarsson ætlaði að koma hér upp og lýsa iðrun vegna ummæla sinna Björk Guðmundsdóttur. Ég hélt það satt að segja að hann ætlaði að gera það, því hann hefur haft uppi dylgjur það að sú ágæta listakona borgi ekki skatta og sé daufleg til augnanna eins og það var orðað. Og mér fannst það nú ákveðið hámark á súrrealismanum að í stað þess kom hv. þingmaður upp og krafðist afsökunarbeiðni frá Birgittu Jónsdóttur, hv. þingmanni. Ég verð að segja að þar finnst mér nú hv. þingmaður ekki vera að forgangsraða hlutunum rétt, og ég verð að segja að ég varð fyrir miklum vonbrigðum með orð hans hér, því ég hélt satt að segja í alvöru að hann hefði séð eftir þessum dylgjum sínum, en í staðinn ákveður hann að ráðast hér á hv. samþingmenn sína og krefjast afsökunarbeiðni frá þeim fyrir ummæli þeirra sig. Þetta undarlegt, herra forseti. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, eins og forseta kunnugt sem að mjög mörgum þingmönnum sem að ég talaði við, meðal annars skrifstofustjóri þingsins líka, þá leið mér mjög illa þegar ég sat við hliðina á Jóni Gunnarssoni og gerði allt sem ég gat til að fá að vera flutt. Mér langaði oft ekki vinnuna því mér leið svo illa við hliðina á þessum manni, svo að það sé sagt, og það vita margir. Ég hafði fengið það í gegn að hjá skrifstofustjóra Alþingis að ég mætti flytja mig ef ég fyndi einhvern annan sem vildi sitja við hliðinni á hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni, og ekki einn einasti þingmaður vildi gera svo. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson tekur til máls fundarstjórn forseta. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson. Hver var líka? Páll Jóhann. Virðulegur forseti, hér hrópaði nú inn í hv. þingmaður Össur Skarphéðinsson, sagði, jú, ég hef verið til í að sitja við hliðina á Jóni Gunnarssyni, ég var aldrei spurður. En nóg það, ég ætla ekki að elta ólar við þetta. Aðeins varðandi ummæli mínum Björk Guðmundsdóttur sem að vera staðfærið fyrir brjóstið á mörgum. Þau eru tilkomin vegna ummæla Bjarkar forsætisráðherra og fjármálaráðherra þar sem hún kallar það sveitalubba sem vilja útma hálendi Íslands. Af því tilefni sagði ég skal fúslega viðurkenna að ég botna ekkert í þessari konu. Þingið væri örugglega ekki verra ef það væru fleiri með hugsunarhátt sveitamannsins. Niðurstaða loftslagsráðstefnunnar hvetur okkur til að nýta með skynsömum hætti endurnýjanlegar orkuauðlindir landsins til aukinnar verðmætasköpunar. Nýting þeirra mun skapa traustan grunn að íslensku samfélagi, tækifæri til að gera svo mikið betur á mörgum sviðum. Ég reikna ekki með að Björk leggi sín ljóð á þá vogarskálar. Það liggur nú fyrir að hún andstæðingur þess.
Eða borgar hún skatta og gjöld hér á Íslandi? Spyr sá sem ekki veit. Ég hef ekki hugmynd um það. Ég hef hvergi séð þann á skattskrám eða á lista yfir háa skattgreiðendur. Svo segi ég hérna hún frekar dauf til augnanna á bak við grímuna. Þetta eru nú hin alvarlegu ummæli og niðrandi ummæli sem ég á að hafa viðhaft listakonuna Björk Guðmundsdóttur sem ég ber mikla virðingu fyrir og því starfi sem hún unnið fyrir okkar land á alþjóðavettvangi, en að það megi ekki svara þessu fólki þegar það kýs að tala niður til forsætisráðherra og fjármálaráðherra þjóðarinnar með þeim hætti sem hún gerir í þessu viðtali. Það hlýtur að vera þannig að við megum svara fyrir okkur gagnvart þessu fólki sem öðrum virðulegu forseta. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, mér langar til þess að lesa færslu mína sem að hv. þingmaður Jón Gunnarsson vísaði í. Enginn núlifandi Íslendingur hefur gert eins mikið fyrir land og þjóð og Björk. Einhver karlangi sem reynir að gera, hver frusaði? Já, hv. ráðherra Gunnar Bragi frussaði í vandlætingu þegar ég sagði þetta. Við skulum bara halda því til haga. Einhver karlangi sem reynir að gera lítið úr henni verður bara sjálfum sér til skammar. Hann mun aldrei biðjast afsökunar á sínum dylgjum og mannvonsku. Ég þurfti að sitja við hliðina á honum í heilt ár og þurfti nánast að leita mér áfallahjálpar vegna dónaskapar hans, enda hann þekktur fyrir að tuttast áfram yfir allt og alla á þinginu og það vitum við öll. Því hver hélt þinginu í gíslingu ítrekað á síðasta þingvetri? Ég ekki þannig síðasta kjörtímabili. Þegar ég ferðast heiminn þá vita allir hver Björk og þekkja hennar verk og landið okkar út af tilveru hennar og margbrotnum verkum. Alla dreymir að heimsækja landið sem skóps og magnaðan listamann. Ég verð alltaf svo djúpt snortin þegar ég hlusta á tónlistina hennar, þvílíkur listamaður og náttúrubarn.